Góðan dag. Í þessum þætti af 3D prentun 101 ætla ég að fjalla aðeins prentfletina sjálfa og lím sem maður getur notað til þess að auðvelda sér að prentið haldist á prentfletinum. Þannig að kíkjum aðeins á það. Í 3D prentun þá maður með mismunandi efni sem maður er að prenta úr og það er mismunandi kostir og gallar í þeim prentefnum og mismunandi hvaða prentefni henta fyrir hvaða prentfleti sem er. Mjög algengt hérna áður að menn voru með svona bara PEI limmiða á prentfletinum og þetta er svona steel sheet sem er svona sveigjanlegt og þægilegt að losa prentina af. Og þetta var svona kannski algengasta efni hérna áður fyrir en menn voru líka að prenta bara á gler og með Kapton tape og blue tape eða svona málningarlímband og alls konar svoleiðis og það er kannski menna fjarlægast svoleiðis ævintýri sem voru á sínum tíma en núna er fyrir PLA prentefni svona PEI sheet mjög þægilegt og það er mjög algengt að það fylgir prenturum. Svo er kannski næsti prentflötur sem er algengur er PEI svona textured sheet og þá er PEI efnið fest á plötuna sjálfur, það er ekki með svona limmiða og þetta hentar sérstaklega vel fyrir PETG. PETG festist eiginlega of mikið við svona smooth sheet eins og þetta þannig að maður getur lent í því að rífa bara hreinlega upp limmiðan af prentfletinu með PETG á svona efni en svona textured sheet eru mjög góð fyrir PETG og fleiri efni líka og það er þetta er svona algengasta útgáfan, það er þessi PEI texture sheet og þau eru til frá mismunandi framleiðendum í mismunandi stærðum eftir prenturum og allt svoleiðis þannig að fylgir prentaranum mjög oft eitthvað og svo eru til svona aftermarket framleiðendur líka sem að gera mismunandi útgáfur til svona ég veit ekki hvað, 3-4 svona algengir framleiðendur sem að eru búið til fyrir mismunandi prentara. Svo er ég með svona sérhæðuplötur líka hérna og þessi plata hérna frá Prusa, hún er fyrir polypropylene eða PP og hún hentar ágætlega líka fyrir polycarbonate og ég er búinn að prenta svolítið á það með þeim efnum og á þessari prentplötu og það hefur gengið bara vel. Polypropylene er efni sem að festist eiginlega ekki við neitt nema sjálft sig. Þannig að þetta er svona textured sheet örugglega með polypropylene festu á sig og eina leiðin til að prenta polypropylene áður var að nota annað svona sérstök límefni eða prenta bara á svona umbúðalímband sem er gert polypropylene, hann festist við sjálfa sig. Þetta er svona lausplata. Svo er ég með aðra hérna sem er sérstaklega gerð fyrir nælon og það festist mjög vel nælonprent. Ég er búinn að prenta svolítið af carbon fiber nælon til að gera prófanir og það festist rosalega vel við þessa prentplötu og maður getur látið það festast við önnur efni líka en þessi er sérstaklega gerð fyrir það. Þannig að ef maður reynir að finna flöt sem að henta fyrir það efni sem maður er að nota þá er það kannski besti kosturinn en ef að það er ekki boðið þá eru líka til svona efni sem maður getur sett á prentflötin og svona frumefnið í því sambandi er bara svona glue stick sem að bara makkar á prentflötin og það er alls konar efni sem að límast ágætlega við svona glue stick og maður getur líka notað í þessum tilfellum þar sem að prentefni festist of vel við prentflötin þá getur maður notað glue stick sem svona release agent. Þannig að það hjálpa mér að losa prentið af, þannig að það er ágætt að hafa þetta í huga. Þetta er svona kannski svolítið old school en virkar samt ótrúlega vel á mörg efni. En svo eru svona framleiðendur eins og Magicoo sem eru með sérstök efni fyrir mismunandi prentefni og þau eru nokkur og ég er með Magicoo bara, þetta er svona orginal útgáfan og hún hentar svona fyrir PLA og PETG og allt svona venjulegt. En svo er ég með sér efni eins og þetta fyrir polycarbonate og hérna er eitt fyrir nylon og þetta er fyrir polypropylene og
og þetta hérna er fyrir polypropylen glassfæbur sem var sérstaklega gert fyrir einn framleiðanda sem var ekki nógu ánægður með þetta polypropylen og það var gerð sér blanda fyrir það og þetta er svona dæmi einn af mörgum framleiðandum sem framleiða svona prent límefni og svo er til eins og Vision mennir, þeir eru sérhæfa sig sérstaklega í svona engineering filament og prentefnum sem eru með mjög mikla kröfur eins og pík og einhver nælon og alls konar einhver efni sem ég hef ekki prófað sjálfur og er ekki með prentara til að prenta með hvort sem er en það er til sérhæfður efni og svo er bara fleiri framleiðendur sem eru að gera svipað eins og Magico en ég hef notað Magico í mjög langa tíma og það er eiginlega mjög sjaldan sem að ég hef notað þennan en ég gerði kannski meira í upphafi þegar maður var að byrja og vissi ekki af Magico og vissi ekki af öllum þessum mismunandi prentflötum sem maður getur keypt. Svo þetta er eitthvað sem er ágætt að byggja upp hjá sér og það er svona límefni og mismunandi prentfletir og algengast eins og segi er svona texture PI sheet og það með þessum límefnum dugar fyrir flest en það er eins og segi auðveldar manni lífi og að eiga svona sérhæfari plötur ef maður er að prenta mikið úr sérhæfari efnum og það sem gildir líka með þetta þegar maður er með hendurnar svona á þessu við sjáum glampar þetta er bara fingraför og bara fita af puttunum og ef maður er að lendi því að prentefni er ekki að haldast nógu vel við þá er það fyrsta sem maður gerir það er að þrífa þessa fleti og ég þríð og annarkvort bara með isopropanol og þurrka bara með bréfþurrku eða þá ég hreinlega fer með þetta bara undir vaskan, eldsvaskan og með volgu vatni og uppþvottalegi og það er svona besta aðferðin kannski til að þrífa sumir segja líka Windex eða svona glugga þvotta þrífefni eða speglahreinsir eða svoleiðis, það getur virkað líka ágætlega, ég hef ekki prófað það sjálfur en að þvo þetta með sápu í eldsvaskanum það virkar mjög vel og annars bara isopropanol og þurrka af inn í galli ef maður er með svona tissue eldhúspapír og svoleiðis það kemur stundum eitthvað döst úr því efni þannig að maður þarf kannski að blása það af bara hafa það í huga að sitja ekki eftir einhver óhrindi en þetta er það sem ég vildi segja þessi prentefni eða prentlím og þessa prentfleti og þetta er eitthvað sem auðveldar manni lífið það er hundleiðilegt að lendi í að prentefnin sé ekki með viðlóðin við prentfletin og eyðir fyrir manni filmenti ef það fyrir að liftast upp kannski prenta í hálftíma og svo allt í einu liftist prentið upp og losnar þá þarf maður að byrja upp á nýtt og spá í hvað er að gerast þannig að þetta er ágætis pæling að vita aðeins þetta en ég þakka bara fyrir í bili, ég sé ykkur bara í næsta vídeo og vona að þið hafi lært eitthvað í dag. Takk fyrir mig.